Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að halda áfram að fjalla mál Jóns Gunnarssonar. Þetta stórt mál og hefur verið áberandi í fréttum síðustu 2 daga og mun halda áfram. Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, þú hefur skoðað þetta, þú ert komin hingað til okkar á Rauðaborðinu, þú hefur lagt það upp að það snúist að þínu viti 3 punkta, meginpunkta. Segðu okkur að hverju þú komist. Já, sæll og blessaður, þakka ég fyrir að fá að vera hér. Ég framkemur í þessu viðtali, þessum upptökum, að Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins hafi samið við Jón Gunnarsson að hann tæki 5. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi gegn því að hann fengi að koma að eða veita brautargengi hvalveiðileyfi fyrir 3 aðila. Það ekki spilling? Jú, það er það. Það er það, þú getur ekki samið, þú getur ekki keypt þér frið í flokknum með opinberum ákvörðunum. Nei, og hann ella mögulega farið yfir til Miðflokksins. Já, ég þekki það ekki, já. En það sem gerist við þetta er að ákvörðun ráðherrans verður ekki byggð á málefnalegum forsendum. Það er búið að taka hana fyrirfram og það skilgreina lögin sem valdníðslu og það er svona brot á réttmætisreglu stjórnsýslunnar sem gengur út af það forsendur ákvörðuna þurfa að vera forsvaralegar og málið þurfa að vera rökin þurfa að vera málefnaleg og ef ákvörðunin hefur verið tekin út í bæ löngu fyrir fram þá má ógilda ákvörðunina og þá verður málarekstur í framhaldinu. Já, það hægt að vinda ofan af valdníðslu samkvæmt. Já, það hægt að vinda ofan af henni. Sko þetta tel ég, ef þetta allt rétt eftir sinninum haft, þetta tel ég að valdi því að allir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins, af því að þetta eru hagsmuni flokksins, að þetta gangi eftir, allir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins séu vanhæfir til þess að taka ákvörðun í þessu tiltekna máli. Þarna ber á það að líta sem Brynjar Níelsson að segja, sem kannski svolítið skemmtilegt. Hann segir að öll lagarök og all lagaumhverfi í matvælaráðuneytinu feli í sér að það eigi að veita leyfið. En þá segi ég, það bara skiptir engu máli. Vegna þess að þú hefur engan til þess að taka ákvörðunina. Ef Sjálfstæðisflokkurinn hefur samið ákvörðunina í innanflokksátökum, þá voru allir ráðherrarnir vanhæfir. Og ekki síst eftir að komið hefur fram samkvæmt þessum samtölum að þeir ætli í rauninni að hafa rangt við. Það megi ekki vera ráðherra sem sé oftengdur vinnaböndum eða einhvern og það eigi að finna Þórdísi Kolbrúnu þarna til þess að rita undir. Það komið svo mikil tortryggni í þetta mál að þér sýnist að menn muni aldrei geta að klára þetta hvalamál fyrir kosningar. Nei, ég ger ekki ráð fyrir að ef Sjálfstæðisflokksráðherrarnir skrifa undir þetta að það verði friður það. Það verði þá bara málaferli og ég þarf ekki að segja hvernig þau fara en það gæti verið svona ógildingamál. Sko þá kemur upp svona spurning hvort að ráðherrar Framsóknarflokksins muni skrifa undir þetta að staðgengilega forsætisráðherra og það finnst mér ósennilegt svona áður en kemur að nýri stjórnarmyndun vegna þess að þeir virðast vera að halda opnu í nýri stjórnarmyndun gagnvart fleiri möguleikum með Sjálfstæðisflokknum. Nú engin annars bróðir í leik. Nei. En sko, hvað þetta slæmt spillingarmál svona í samanburði við önnur mál sem að reglulega dúkka upp hér á þínum mati? Þetta náttúrulega ansi grimm uppljóstrun, finnst mér að auðvitað hefur menn grunað lengi að ákvarðanir séu teknar í dimmum bakherbergjum og svona en
Þarna þetta gert opinskátt. Sko það annað kannski sem ég vildi nefna, sko hvað er upptakan alvarleg? Og þá komum við að nokkru sjónarmiðum eins og til dæmis því að það ekki væntanlega lagabrot að plata mig út á götu og á bar. Og síst af öllu að plata mig til að tala föður minn. Að hverju ósköpunum á ekki einhver plata mig að tala föður minn. Og þá spyrja menn eins og sjálfstæðismennirnir og spyrja þeir, já en hvað ef þetta erlend ríkisstjórn? Og þá komum við að því að ef þetta erlend ríkisvald eða erlend, það sem talað í lögunum, sko, erlend ríkisstjórn og erlendi stjórnmálaflokkar. Ef þetta erlend stjórnmálavald sem að beita þessu, þá það saknæmt. En almennt þá ekki saknæmt að plata fólk nema það sé bara svo minni háttar svo mikil minni máttar að það sé auðvelt og það sé gert til einhverja athafna eða að plata menn til viðskipta með fölsuðum skjölum og eitthvað, þá verða þau nýju viðskiptarskjöl sko ógild. Þannig að almennt ekki hægt að plata menn. Þess að saknæmt þá í ljósi þess að þarna geti verið einhver ríkisleyndamál að ræða eða eitthvað svoleiðis? Nei, spurning sko hvort að maðurinn sem tóku upp var að gera eitthvað ólöglegt eða ekki. Mátti hann plata og ef hann agent frá erlendu ríki þá sem sagt þá hefur hann brotið íslensk lög. Já, og hefur aðra stöðu en íslensku maður í sömu stöðu? Já, einmitt, hefur aðra stöðu. Nú það kemur líka í þessu sjónarmið sko að lang alvarlegustu afskipti erlendra ríkisstjórna og erlendra PR-stofa að blekkja almenning fyrir kosningar og það hafa verið sem sagt svona gáfumanna-stofnanir sem hafa leitað til Facebook, gerðu í Brexit og hafa verið gerða kvikmyndir það að hafa áhrif á skoðanir almennings og í þessu sambandi þegar kemur þessum verknaði að taka þetta upp þá skiptir máli hvort verknaðurinn til þess að blekkja almennings til þess að kjósa einhvern veginn í kosningum eða hvort tilgangurinn að upplýsa almenning þannig að hann geti tekið ákvörðun í kosningunum með upplýstari, hann viti til dæmis af spillingu sem hann á svo sannarlega heimtinga á að vita, þannig að það skiptir öllu máli í hvaða tilgangi þetta er gert. Það skiptir líka dálítið máli í þessu samhengi að Jón hefur talað son sinn eins og hann sé bara eiginlega einhver minni háttar ólögráða drengur sko, en þetta náttúrulega maður með völd og tengsl og viðskiptafélagi Jóns og gengur það fyrir Jón að hamra á því að sonur hans sé eitthvað grei? Já, hann tekur hann pól í hæðina að fórnarlamba væða Sigurðssonin og ég myndi nú kannski ekki fara í það að ég væri plataður. Nei. Er það ekki rétt munað hjá mér að þú hafir skrifað á Facebook að hvað sagðir þau? Að hins vegar að sjálfsögðu ekki ólöglegt að blekkja son Jóns Gunnarssonar til að tala föður sinn. Það væri það ef hann vangefinn. Já. Þá gildar reglu. Það var eins og ég var að segja áðan, ef þú ert svona minnimáttar, þá getur ekki blekkt fólk að minnsta kosti ekki til athafna. Það sérstaklega að tekja fram ákveðnar athafnir eins og kynferðislegar og svona. Það er varið sérstaklega minnimáttar fólk í hegningalögunum. Já. En Jón fekk alveg gríðarlegan stuðning í gær frá alls konar fólki þar sem að þetta virtist ganga vel hjá honum að fórnarlambsvæða sjálfan sig og son sinn. Já. Sko það fleiri hliðar á þeim feðgum sko, en fórnarlambið. Já. Sko segjum svo að einhver viðkvæmar opinbera upplýsingar hafi komið fram í þessu viðtali. Já. Þá uppljóstrarinn sem þá sonurinn, þá hann að fremja ólöglegt athæfi með því að segja frá þessu viðkvæma opinbera
máli og Jón faðir hans hefði þá brotið trúna og þagnarskyldu í starfi ef hann hefði verið heima hjá sér eða við fjölskyldu sína að segja eitthvað sem leynt átt að fara. Nú hefur ekkert komið fram að viðkvæm opinber leyndamál hafi komist þarna á framfæri en hins vegar sko verðum við á það að líta að það sem sagt hefur fyrst og fremst pólitískar afleiðingar og stjórnsýslulegar afleiðingar. Já. Annað sem rætt hefur verið Haukur að sko þetta eigi svo sem ekki að koma okkur á óvart. Það sem hafi komið fram í þessu samtali það hafi leið alveg ljóst fyrir að Bjarni taki þarna Jónin til þess að koma þessum máli í gegn á síðustu metrum þessara ríkisstjórnar eftir að VG fór frá borði. Það eru margir sem hafa bent á að fáar aðra þjóðir en Íslendingar hefðu fyrir þetta mál bara talið þessa stjórnsýslu vera í lagi. Já, ég reyni nú að forðast að vera ofsóknarbrjálaður og það er svo margt sagt sko það er ekkert sjálfgefið að Bjarni það var ekkert sjálfgefið áður en sonurinn sagði þetta að Bjarni hefði samið við Jón 5. sæti gegn einhverjum greiða og þá hefði ég haldið fyrirfram að það væri nú einhver stærri greið en þetta. En síðan það þannig að eina staðan sem Bjarni getur notað í matvælaráðuneytinu staða aðstoðarmanns ráðherra. Það er svo eina sem laus og hann setur hann ekki í embættismannakerfið og það samkvæmt lögum sko þetta mál þá aðstoðarmaður ráðherra bara í stefnumörkun. Það að segja hann á að hjálpa ráðherrann við að semja ný frumvörp, nýja reglugerðir og ég sé í rauninni stuðningsmaður í löggjafastarfi ráðherrans sem hann líka í. En hann alls ekki í leyfisveitingum eða í innri störfum ráðuneytisins. Þannig að það að Jón fer í þessa stöðu, það finnst mér sem stjórnsýslufræðingu ekki benda til þess að hann eigi að koma nálægt hvalveiðileyfinu og ef hann heldur því fram sjálfur eins og sonur hann segir, þá erum við nú að tala að hann farið nokkuð langt fram úr sér. Út frá sjónarhóli blaðamennskunar, ég ræddi við Jóhann Hauksson í gærkvöldi hér við Rauðaborðið sjónarhól blaðamennskunar og hann sá að það er afhjúpunin sjálf sem skiptir mestu máli, varðar efnið almenning, þarf almenningur að vita á því sem að kemur þarna fram. Já, segi ég, með mín 40 ári blaðamennsku, já, segir Jóhann Hauksson, en stór hluti gærkvöldsins og í gær fórum eiginlega tækni umræðu hvernig gagnanna væri aflað. Finnst þér það eðlilegt að hve mikil fókus hefur verið á mögulega útlenskt yfirvald í þessum eða útlenska aðila í þessum efnum hvort það hafi verið svívirðilegt í rauninni hvort það hafi verið svívirðilegra að efna til upptökunar heldur en það sem kemur fram? Já, ég var mjög hissa á þessar umræðu og ég mjög hissa á því hvað megin fjölmiðlarnir eru hræddir við Sjálfstæðisflokkinn. Þetta sýnir ekkert annað að fara að tala fabúlera þessa upptöku meðan sjálft efni uppljóstrunarinnar á erindi við almenning ef að stjórnmálaflokkur að kaupa sér frið með fyrirframteknum ákvörðunum hjá ríkinu og svona. Ég meina, af hverju segja menn ekki frá þessu? Þetta það sem máli snýst Heldur það sé ótti gagnvart Sjálfstæðisflokknum inn í þessum borgaralegu fjölmiðlum sem að... Ég get ekki ímyndað mér annað. Menn hljóta geta greint aðalatriði málsins. Og menn eru núna svona kortir í kosningar þá eru kannski margir blað og fréttamenn sem vilja ekki rugga neinu bátum með því að... Það er náttúrulega alveg sérstaklega viðkvæmt þegar dregur að kosningum að fara að draga upp einhvern skít stjórnmálaflokka. Það er alveg ljóst. Já.
margir upplifið að í gær þá væri bara hluti af fjórða valdinu, hann væri á fullu í því að reyna að moka yfir skít sem að þarna hefði verið opinberaður, en á sama tíma þá fögnum við mjög hnarreistri framgöngu formanns okkar blaðamannafélags sem að hefur Sigríður Dögg sem hefur stigið mjög ákveðið fram og svona reynt að útskýra það fyrir almenningi hvað þetta mál snúist og sjónarhól blaðamennskunar. En hvað heldur að gerist næst ykkur? Hver heldur að afleiðingar þessa máls verði? Já, það bendir nú allt til þess að þetta mál hafi ekki afleiðingar. Og mögulega þá ekki aðrar en það að þeir geta ekki veitt þetta hvalveiðileyfi. Já, nema mögulega, já, fyrirgjöðu. Þannig ég, sko, það sem ég var að segja áðan er að þetta mál getur haft þær afleiðingar. Ég að segja að ég held að þetta hafi ekki afleiðingar varandi kosningarna, varandi fylgi almennings og ég held að fjölmiðlarnir mun ekki fara að hamra þessu meira eða enn í svoleiðis nema eitthvað nýtt komið fram og heimildin hafi í pokahorninu eitthvað meira, eitthvað sem að kemur með næst eða eitthvað svoleiðis sko. Nei, það sem ég held að afleiðingarnar verði eru það að eins og ég sagði að þetta gæti hindra sjálfstæðisflokkin í því að veita leyfið enda þótt það væri öll lagarök stæðu til þess að veita það vegna þess að þá vantar ráðherra með hæfi og ef svo þá spurning hvort þeir vilja standa í málaferlum við aðilar sem hafa hagsmuni gæta eins og náttúruverndarsamtök og annað slíkt leyfisveitinguna jafnvel fá á sig einhverja úrskurði eins og frá umboðsmanni Alþingi eða frá dómstólum að stjórnsýslulög hafa verið brotin eða eitthvað svoleiðis eins og tveir ráðherrar fengu nú í þessari síðustu ríkisstjórn sko. og þannig að ég ekkert viss að þeir til dæmis ráðherrar sem að síst hafa nú komið að þessum máli eins og Guðlaugur Þór og Guðrún Hafsteinsdóttir þau hafa minnst áhuga á því að fara undir þetta svonlega. Ég langar að segja það bæði við þig og hlustendur og sjónvarpsáhorfendur. Samúð mín, ef hún á að liggja einhvers staðar, hún með til dæmis þeim blaðamönnum heimildarinnar sem búið að gera upp allt til versta að það þykir í lagi að ráðandi fólk hér á landi telji það vera boðlegt að óska þeim fangelsis fyrir það að vinna sína vinnu, að fjöldi fólks hafi enn eina ferðina verið hvattur til þess að hunsa fjölmiðil sem þorir, leggja hana niður. Við þekkjum lögbann í aðdraganda kosninga með viðkvæmum upplýsingum. Þetta er klárlega sýnist manni eitt af því sem enn mun veikja okkar stöðu í spillingar samanburði við önnur ríki, það sem að gerast núna. Þú ert kannski ekki sérfræðingur í því, Haukur, Nei, ég er ekki sérfræðingur í spillingu og ég er ekki nýbúin að skrifa bók spillingu en þannig að þú átt alveg sviðið í þessu efni. En mér finnst rétt að halda þessu til haga. Það er ekki Jón og sonur hans sem mögulega var drukkin eða ekki sem eiga skilið alla samúðina núna í þessu máli. Það eru frekar blaðamennir sem að enn eina ferðina fá lítinn stuðning frá almenningi og bylgjur af hatri og sem sagt mótvindi við það eitt að reyna að vinna vinnuna sína eins og best má verða. Já. Við höfum nú verið að fá fréttir. Já, ég er ásjóðandi af The Economist og ég yfirleitt með það upp í rúmi á kvöldin og les stuttufréttina. Þá verður að segja frá hinu og þessu í heiminum. Verður að segja frá Afríkuríkjum og svo framvís og spiltum yfirvöldum og bróður komandi forseta sem heldur við einhverja konur og verðandi forseti tekst að gera valdalausar með því að uppljústra þetta og alls konar skemmtilegheit sem gerast í heiminum. Eitt af því sem að gegnum gangandi í öllum þessum fréttum að einræðisherrar og spilt vald vill losna við frjálsa fjölmiðlun. Já, heldur betur. Og stundum finnst manni styttra í það hér en þægilegt að tala.
En Haukur Arnþórsson, heldur að þú sért búin að tæma viskubrunniðinn í bili? Já, þetta nú bara sagt á ákveðnu stigi málsins núna, það sem ég hef sagt og kannski vindur það upp á sig og maður myndi segja annað á morgun en ég er búin að segja það sem ég hef að segja í dag. Einmitt, á líðandi stundu. Þakka þér kærlega fyrir spjallið. Takk. Og ég held við séum að fara núna í ívið mýkri mál en samt mál sem tengist kosningunum, óbeint. Bóksölu. Hvernig líður bókinni, hvernig líður bóksölum ef öll athyglin á kosningunum og við erum ekki í bókabúðunum heldur erum við heima að hugsa samfélagsmál. Komast við því eftir andartak. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Það komin tími til að breyta stefnunni. Hinn eina sanna breyting sósíalismi.